You got that thing that I've been looking for. Auglýsingar geta verið skemmtilegar en líka mjög skrítnar eins og til dæmis þessi hér. Ekki að tala nema drekka svala. Þessi hér. Og þessi. Ég á fullt ávaxtakúlum. Á Íslandi getur Neytendastofa bannað ákveðnar auglýsingar, til dæmis þær sem þykja hafa skaðleg áhrif á börn. Börn eru náttúrulega mismóttækileg. Löggjöfin hefur ákveðið að vernda börn sérstaklega, en þau eru viðkvæm, þau eru reynslulaus. Nú var auglýsingin ykkar bönnuð af Neytendastofu. Var það ætlun þín að eyðileggja líf íslenskra barna? Nei, en okkur þykir mjög leiðilegt að svo hafi gerst, sko. Við sáum náttúrulega að fólk hefur miklar áhyggjur af þessu. Hvernig er það ákveðið hvaða auglýsingar eru bannaðar? Já, það getur byrjað með því að fá ábendingu eða við byrjum mála að eigin frumkvæði. Þá hefum við samband við fyrirtæki sem ræðir og þá fer ákveðið ferli og þau hafa andmælarétt. Vá, iPhone! Makland vildi að ég geri auglýsingar fyrir jólin til þess að auglýsa vörurnar þeirra og þeir selja tölvur og síma. Og þá myndi ég eftir einhverjum springandi símum. Reynda var það Hörður í Makland sem fekk hugmyndina og sagði, hei, hvers vegna gerir ekki auglýsingum springandi síma? Og ég sagði, nei, ég vil ekki gera það, einhver getur miskilað það. Og hann sagði, jú, gera það. Og svo veifaði hann svona peningu fyrir fram mig. Ég sagði, jú, börnin mín þurfa að borða, hugsaði ég, en á engin börn. Teiknaði ég 3 krakka sem fengu síma í jólagjöf og 2 þeirra fengu ekki rétta síman og sprungu símarnir framan í börnin sem gerði það að verkum að ekki eins og Neytendastofa vill meina að sem gerði það að verkum að andlit þeirra breytist í beinagrind vegna þess að það er ekki hægt vegna þess að það er ekki heil beinagrind þarna í hausnum, það er bara höfuðkúpan. Það sem gerist, við ætlum að fara út í það, þá er hitinn og krafturinn frá sprengingunum það mikill að andlitið bráðnar og rifnar af barninu og ekkert verður eftir nema höfuðkúpan sem var þarna fyrir. Þú mátt miskilja brandarann og finnst hann ekki fyndinn, en við skiljum þetta þannig sko, að fólk sé hrætt að börn breytist í hauskúpur. Það á ekki að sýna börn í hættulegum aðstæðum. Svona auglýsingar reynum við auðvitað að grípa fljótt inn í ef svo ber undir. Er mikið af auglýsingum beint að þér? Foreldrar voru aðalega reiðir yfir því að börnin myndu kannski miskilja auglýsinguna og halda að foreldrar þeirra elskuðu ekki nógu mikið eða bara elskuðu ekki punktur ef að þau fá annað en iPhone. Ef að það gerist í þinni fjölskyldu þá er vandamálið ekki auglýsingin, heldur bara þú sem foreldri. Vá,